Herru Gústi, fá hérna Völsungi heimsókn, vinni 3-1, bara má segja endurkomin sigur, hvernig svona líður? Já, bara virkilega vel. Það fór mann þarna þegar þeir skoruðu og þeir eru náttúrulega með mikið baráttu lið og erfitt að mæta þeim. Þeir voru að sinna svona basic vinnunni í gegnum alla leikinn og það var erfitt að brjóta á. Þeir sköpuðu sér nokkuð góð færi, þannig að fá 1-0 svona í andlitið var svona erfitt en við snúum þessu við með 3 mörkum á heimavelli sem er alltaf bara aðals einkenni leiknislífsins að það kemur enginn hingað og tekur neitt frá okkur. Þannig að það var kærkomið að snúa þessu við og sína stuðningsmönnum okkar að við erum á góðu róli, á réttu róli, en frammistaðan fyrstu svona kannski 70 mínúturnar var ekkert alveg til að hrópa húrra fyrir okkur, en sem betur fer þá sýndum við okkar rétt andlit svona í kannski síðustu 20-30. Hvað, hérna fyrirhálfleikurinn, hann fer ekki í sögubækum? Nei, alls ekki. Við vorum að leggja upp leikinn hérna síðustu æfingar og menn voru bara að gera allt annað en fyrstu korteri sko. Þannig að við vorum að reyna garginn á völlinn og reyna að fá menn til að gera það sem að fyrir var lagt. En því miður, við ræddum það í hálfleik að breyta aðeins til og gefa mönnum tækifæri á því að snúa þessu og breytum aðeins taktíslega séð þarna eftir að þeir skora og það skópinu sigur og ásamt auðvitað baráttunni í liðinu sem ég var virkilega ánægður með. Eins og segir lendi undir í snemma í seinni hálfleik en sé karakter og gerir breytingar, Róbert Kvendal kemur inn stórkostlegur og þið bara siglið þessu heim. Já, við gerðum 3 breytingar og þeir koma allir vel inn í þetta og þetta er liðsheild og hún vann í dag. Er núna, eftir að þú tókst við, búinir að vinna báða leikina eftir að þú tókst við, hver eru að breyta? Nei, sko, ég kem inn í lið og fæ hérna hluta teiminu sem er búinn að vinna með liðinu og Óli Hrannar búinn að gera vel með leiknisliðið. Bæði í fyrra tók við á erfiðum tímum og sneri trendinu við og hélt áfram núna. Því miður það hefur ekki gengið sem skildi í byrjun leiks, byrjun móts og ég hef nú líka bara að þakka honum fyrir og þjálfarateiminu fyrir að hjálpa mér að snúa þessu við ásamt leikunum. Talaðu eftir fylkisleikina að þú er ekki bara hafi hlustað á aðstofamennina. Ertu komin aðeins meira inn í hluta núna? Já, það kemur náttúrulega bara með tímanum og ég er fljótur að læra og fljótur að tilnefna mér nöfn leikmanna og hvernig taktík og hvernig leikmenn þeirra hafa að bera og það skilaði sig vel í dag. Þetta svona síast allt inn og verður bara betra og betra. Næsta leikur ÍR að með minnir í neðra Breiðholti, það verður svaklegur slag. Já, ég bjó hérna í 20 árin í Breiðholtinu sem ég ofta tuða yfir og segja að ég var hér og bjó hérna bara hinum með götuna og það er alltaf gaman að spila mot ÍR og ÍR-ingar er náttúrulega búin að standa sér frábærlega vel og eru með gott lið, þannig að það verður erfitt að fara í neðra Breiðholtið og gera eitthvað þar en við ætlum að mæta á sína góða frammistöðu og karakter á móti öflugu liði. Takk hérlega.